Já, komið sæl og verið velkomin aftur í beina útsendingu sjónvarpsins héðan úr anddyri Alþingishússins. Þetta búið að vera gríðarlega spennandi dagur, það margt búið að gerast í dag, það mánudagurinn 26. janúar árið 2009. Þessi ríkisstjórn sem hér féll í dag, eða sleit samstarfi sínu, hún búin að starfa frá 23. maí 2007 og hún tók við af 12 ára samstarfi Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem slitnaði upp úr að loknum kosningunum eftir kosningarnar vorið 2007. Nánar tiltekið 17. maí árið 2007. Nú við biðum hér í morgun eftir að þingflokksfundum stjórnarflokkana þeim myndi ljúka. Þingflokksfundi Samfylkingarinnar lauk á undan og niðurstaðan var sú að Ingibjörg Sólrún sagðist tilbúin að starfa með Sjálfstæðisflokknum við það að undirbúa starfhæfa ríkisstjórn en þó með mjög mörgum skilyrðum, meðal annars að Jóhanna Sigurðardóttir myndi leiða þá ríkisstjórn. Geir Haarde kom skömmu seinna út og sagði okkur að það væri búið að slíta þessu stjórnarsamstarfi. Sjálfstæðisflokkurinn sætti sig ekki við það að Samfylkingin fái forsætisráðherra stólinn. Það var algjörlega ófrávíkjanlegt. Þannig að það slitnaði sem sagt upp úr þessum samstarfi í dag og vonbrigði sögðu báðir formenn flokkana. Nú Einar K. Guðfinnsson er hérna hjá okkur, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Einar, hvað segir þú þetta og kom þetta á óvart? Kanski ekki hægt að segja að þetta hafi komið óvart þegar þetta voru við farin að sjá ýmis teikn og við urðum líka vör við það í gær að innan Samfylkingarinnar voru menn byrjar að skrifa svona lokakaflan í þessu stjórnarsamstarfi og auðvitað blasti það alveg við að menn voru að undirbúa sig á þeim bæ að slíta þessu stjórnarsamstarfi. Við sjáum það líka í aðdragandum, þá komu fram sífellt nýjar kröfur. Við vorum tilbúin til þess að reyna að ná samkomulagi þau miklu efnisatriði og mörgu efnisatriði sem við töldum að við þyrftum að ná samkomulagi sem við þyrftum að takast á við. En það var greinilega ekki sama upp á teininum, en það vitum við það að í baklandi Samfylkingarinnar er mikill óróleiki, eins og við sáum meðal annars á fundinum mikla í Þjóðleikhúskjallaranum þar sem var augljóslega þar sem þetta kom greinilega fram. Hvenær heyrðir þú fyrst nafn Jóhannu Sigurðardóttur til þess að leiða ríkisstjórn? Ég heyrði það núna í sjónvarpinu áðan. Var ekki búið að leggja það fyrir þig áður? Nei, það var ekki búið að því. Voru formenn flokkana búnir að ganga frá einhvers konar samkomulagi fyrir jól sem svo frestaðist? Mér ekki kunnugt að það hafi orðið samkomulag, en hins vegar lá það fyrir að það var verið að ræða það í fullri alvöru að gera breytingar á skipan ríkisstjórnarinnar, skipta á ráðuneytum bæði milli flokka og milli þeirra ráðherra sem hefðu skipað þessi ráðherra embætti, en mér ekki kunnugt að það hafi verið orðin endanleg niðurstaða. Allavega var það, niðurstaðan var svo að láta það bíða að sinni, en við Sjálfstæðismenn vorum alveg tilbúinir til þess að ganga til þess verks fyrir jólin. Sérðu fyrir þér að þessi tveir flokkar geti unnið saman aftur í ríkisstjórn? Já, það held ég. Þetta var mjög starfhæf og góð ríkisstjórn sem kom mjög miklu til leiðar. Við vorum hér að takast á við einstæða erfiðleika sem engin ríkisstjórn hefur tekist á við, minnst á kosti nýliðinni fortíð. Það var bara þannig að og það er alveg ljóst mál að við svoleiðis vinnubrögð ekki þetta að una og það er ekki þetta endalaust að láta að vinna í þessum dúr. Menn verður auðvitað bara að leggja spilin á borði í upphafi, reyna að semja út frá því. Það var Samfylkingin ekki tilbúin til að gera. Við samdum það í upphafi, þessa verkaskiptingu og það var engin ástæða til að taka hann upp. Einar K. Guðfinnsson, þakka þér kærlega fyrir þetta. Nú, við ætlum að fara að skipta yfir í þingsalinn. Það er að hefjast þingfundur í þingsal. Þetta verður sennilega stuttur fundur, hann byrja með því að Geir Haarde gefur yfirlýsingu og síðan munu fulltrúar allra flokka taka til máls. Og nú það stefnir alltaf í það að verða kosningar í vor, eða það er náttúrulega ekki komið á hreint hvenær þær verða, og það eru fyrstu óreglubundnu kosningarnar frá 1979. Frá 1979 hefur verið kosið á 4 ára fresti, en nú við kosum síðast 2007 og nú kosið 2009. Þannig ég held að í þessum töluðu orðum ættum við að skipta yfir í þingsalinn þar sem að þingmenn eru að koma sér fyrir. Þingfundur á að hefjast á slaginu klukkan 3.
Fundur settur á Alþingi. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofunni, svo og skrá útbýtt þingskjöl. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur óskað eftir að taka til máls og gefa yfirlýsingu á fundinum. Tekur hann til máls. Hæstvirtur forseti. Ríkisstjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar lokið. Ég mun ganga á fund forseta Íslands í dag klukkan 16 og biðjast lausnar fyrir mig og ráðuneyti mitt. Rétt að gera þingheimi grein fyrir því að ekki málefnalegan ágreining að ræða milli flokkanna, heldur hefur krafa Samfylkingarinnar að taka við forsætisráðuneytinu valdið trúnaðarbresti sem ekki yfirstíganlegur. Öllum má vera ljóst að krafa stjórnarforystu, krafa að stjórnarforysta flytjist á milli flokka í ríkisstjórn getur ekki leitt til annars en stjórnarslita. Ég vil þakka hæstvirtum utanríkisráðherra Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur persónulega fyrir það samstarf sem við höfum átt sem formenn stjórnarflokkanna. Þar hefur engan skugga borið á. Ríkisstjórnin hefur unnið mikið verk við ótrúlega erfiðar aðstæður síðustu vikur og mánuði. Það gengur kraftaverki næst að hér á landi skuli vera starfhæft bankakerfi eftir hrun fjármálakerfisins í byrjun október. Vel hefur miðað í undirbúningi endurreisnar og uppbyggingar í samfélaginu. Það bil 100 atriði, lagabreytingar, reglugerðarbreytingar og stjórnvaldsákvarðanir hafa komið til framkvæmda eða verið ákveðnar á þessum tíma. Það ekki hægt að gera kraftaverk á hverjum einasta degi, allir sjá það, en stundum stendur upp á okkur krafa að gera einmitt það. Því miður hefur það nú gerst, sem ég óttaðist allan tíman frá því að bankahrunið varð í byrjun október, að stjórnarkreppa myndi bætast ofan á efnahagskreppuna. Ég skora á þingmenn alla að rísa nú undir þeirri ábyrgð sem þeim hefur verið falin af þjóðinni og búa svo hnútana að þær viðamiklu björgunaraðgerðir sem nú í gangi fari ekki út þúfur í stjórnleysi og upplausn. Ekkert okkar mikilvægara en hagur þjóðarinnar og við verðum öll að ganga í takt næstu vikur og mánuði þar til kjósendur velja sér nýja fulltrúa. Þetta verkefni sem nú blasir við okkur hér á hinu háa Alþingi og við sjálfstæðismenn munum að sjálfsögðu ekki hlaupast undan þeirri ábyrgð. Nú munu fulltrúar annarra þingflokka taka til máls og hafa til þess allt að 5 mínútur hver. Fyrst tekur til máls hæstvirtur utanríkisráðherra og talar af hálfu Samfylkingarinnar. Forseti, ágætu þingmenn, eins og forsætisráðherra sagði hér réttilega, þá hefur þessu ríkisstjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar verið slitið og forseta verður væntanlega gerð grein fyrir því síðar í dag. Forsætisráðherra sagði að ástæðan fyrir því væri ekki af málefnaleg ástæða, heldur sú að Samfylkingin gerði kröfu forystu í ríkisstjórninni. Ég tel að þetta sé ekki alveg réttilega með farið af hálfu forsætisráðherra, þó ég vil síst af öllu lasta hann og hans orð. Þá þetta ekki rétt með farið. Ástæðan fyrir því að þetta stjórnarsamstarf gengur ekki lengur sú að það mjög mikilvægt við þær aðstæður sem uppi í samfélaginu núna að það sé fyrsta lagi öflug verkstjórn, það sé öflug aðgerðaráætlun, það sé traust og trúverðugleiki á ríkisstjórninni. Og þó að ríkisstjórnin hafi í haust gert mjög marga hluti vel og í rauninni kraftaverk að hér við það efnahagshrun sem þá var og bankahrun skyldu vera starfandi bankar í landinu, greiðslumiðlun skyldi virka, það skyldi vera hægt að greiða fyrir vörur og lyf og alla hluti sem að margir hafði þó spáð að myndi ekki takast. Allt þetta tókst. En aðgerðir í þágu heimilanna og ekki síst fyrirtækin í landinu hafa gengið of hægt á undanförnum mánuðum og ég tel að Samfylkingin hafi sýnt mikið langlundargeð við þessar aðstæður. Ýmislegt sem varðar breytingar í fjármálakerfinu okkar sem lítur ekki síst að Seðlabankanum og því að endurreisa traust á þessari æðstu stofnun efnahagsmál í landinu sem Seðlabankinn, það hefur mistekist. Við viljum að á því verði breyting eigi síðar en strax.
Við teljum ekki að þetta bíða lengur. Við erum búin að bíða frá því í haust. Við getum ekki beðið lengur eftir þeirri breytingu. Hún verður að gerast núna. Það er ekkert að vísa henni inn í framtíðina. Það er ekkert að vísa henni inn í framtíðina með hugmyndum hugsanlega lagabreytingar. Þetta þarf að gerast núna og við teljum líka að það þurfi öflugt verkstjórnarvald inn í ríkisstjórnina. Við þær aðstæður sem núna eru, meðal annars vegna minna eigin veikinda og forsætisráðherra, þá tel ég eðlilegt væri að við tvö myndum stíga til hliðar. Við myndum stíga til hliðar, taka okkur leyfi í mánuð eða 2 og ég tel að sá þingmaður sem að hefur hvað mesta reynslu, mestan trúverðugleika og er hvað óumdeildastur meðal þjóðarinnar, þar að segja Jóhanna Sigurðardóttir, ætti við þessar aðstæður að leiða ríkisstjórnina. Það er mín tillaga að svo verði og það var mín tillaga til forsætisráðherra að þannig yrði málum háttað. Fram að kosningum, síðan getur þjóðin ákveðið það hvernig við hagar hlutunum eftir kosningar. Hér er öflugur, reyndur, þingmaður og ráðherra sem að gæti leitt þessa ríkisstjórn fram að kosningum og til að vinna ákveðin tiltekin verk. Og þau verk sem ég er að tala þar það eru auðvitað efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að fylgja henni fram. Það er að gera breytingar á stjórnarskráni sem varðar fullveldi og auðlindi þjóðarinnar. Það er að skipta í yfirstjórn Seðlabanka Íslands og breyta þar lögum. Það er að taka til varðandi erfiðleika heimilanna í landinu og stofna sérstakan bjargráðasjóð heimilanna til að standa straum af björgunaraðgerðum í þágu heimilanna. Það er að ákveða aðgerðir í þágu fyrirtækjanna og koma þeim til framkvæmda sem að þegar hafa verið ákveðnar. Því við skulum ekki gleyma því að ríkisstjórnin afgreiddi fyrir áramót 12 aðgerðir í þágu fyrirtæki í landinu en einungis 3 þeirra eða 4 er þegar komið til framkvæmda. Og það er mikilvægt að á þessu verði breyting, að þessi hlutir komist til framkvæmda. Það sé ekki bara tala og það sé ekki bara ákveð, heldur hlutir séu framkvæmdir. Og það er það sem við viljum tryggja, Samfylkingin, að hér sé öflug pólitísk starfsstjórn undir tryggri forystu fram að kosningum. Og þjóðin getur síðan tekið ákvörðun í kosningum hvernig hún vil sjá hlutunum best fyrir komið eftir eða á nýju kjörtímabili. Þetta er ástæðan fyrir því að þessi ríkisstjórn heldur ekki áfram. Hún snýst ekki um það að Samfylkingin sem slík vilji leiða ríkisstjórnina, heldur að það sé öflug forysta fyrir henni, að það sé öflugur einstaklingur sem að leiði, sem að er traust og trúverðugleiki á. Og þetta er okkar tillaga og okkar tilboð og því hefur verið hafnað og það er auðvitað bara okkar að gera þá forseta Íslands grein fyrir þessu og þingmanna síðan allra að sjá til þess að hér verði, hvernig svo sem allt veltist og snýst, öflug starfsstjórn fram að, þar að segja, þeir segi starfsstjórn, þá er ég tala bara um starfsöm stjórn fram að kosningum og hún á auðvitað að styðjast hér við þingmeirihluta. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon og talar við hálfu Vinstri-hreyfingarinnar Grænt framboð. Herra forseti, þingheimur, góðir landsmenn. Stjórnarslit eru nú staðreynd. Ríkisstjórn, sem í raun hefur verið óstarfhæf margra vikna ef ekki mánaða skeið, hefur orðið að játa sig sigraða. Og þessi stjórnarslit fara nokkuð harkalega fram. Og því er ekki að leyna að maður er hugsi yfir þeim hörðu orðum sem forystumenn fráfarandi stjórnarflakka hafa haft í hvor í annars garð og þó sérstaklega í garð samstarfsflokksins fyrrverandi. Mönnum var það ljóst hér í dag, held ég, þegar við gengum hér inn í skálan, þar sem ekki bara allir íslenskir fjölmiðlamenn voru, heldur tugir erlendra fréttamanna, að við vorum að senda út heiminn þau skilaboð að ofan á efnahagskreppu og kerfishrun hefði nú bæst stjórnmálakreppa á Íslandi. Þetta eru ekki þau skilaboð sem við þurfum mest á að halda að senda, hvorki inn á við né út á við. Sú ábyrgð sem á okkur öllum hvílir snýr þó auðvitað fyrst og fremst að íslensku samfélagi. Þar er verkefnið. Og vegna þess hvílir nú meiri ábyrgð á herðum 63 herða hér inni heldur en kannski verið hefur mjög langt árabil. Úr þessu verður að greiða. Málin fara nú í stjórnskipulegan farveg og forseti lýðveldisins tekur við verkstjórn til þess að mynda landinu á sem allra skemmstum tíma á nýjan leik starfhæfa ríkisstjórn.
Vinstrihreyfingin grænt framboð og þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs er tilbúinn til slíkra viðræðna, er tilbúinn til að axla ábyrgð og leggja sitt að mörkum. Við útilokum engan kost fyrirfram og við göngum ekki til slíkra viðræðna með fyrirfram skilyrði allra síst menn eða verkaskiptingu. Því það er málefnið og verkefnið sem hér skiptir öllu og að því þurfa menn að hyggja. Við buðum upp á það, forystumenn stjórnarandstöðunnar, í októbermánuði síðastliðnum, þegar öllum mátti verða ljóst hvílíkir regin erfiðleikar voru að skella á landinu að hér yrði mynduð þjóðstjórn. Því boði var ekki tekið. Og það er ekki hægt annað en að velta því fyrir sér hvort að okkar mál væri ekki betri stöðu nú ef forystumenn fráfarandi stjórnarflokka hefðu borið gæfu til þess að taka þá höndum saman við okkur í stjórnarandstöðunni og að gera það besta úr málum. En ekki þýðir að tjá það og þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi þá slegið á útrétta sátta hönd okkar og reyndar margra fleiri í samfélaginu, til að mynda aðila vinnumarkaðarins og ýmsa annarra sem þá vildu samráð, opnum við aftur á það að þjóðstjórn kynni að vera leið út úr þessum miklu erfiðleikum sem augljóslega voru orðnir á stjórnarheimilinu síðustu dagana og vikurnar. Það er þó mjög mikilvægt að menn hafi í huga að þó nafnið sé fallegt, þá dugar það ekki til. Þjóðstjórn verður þá að vera alvöru ríkisstjórn, færum að vinna þau verk sem þarf að vinna á næstu vikum og leiða svo landið inn í kosningar. Maður hlýtur að hafa vissar efasemdir eftir það sem á dagana hefur drifið og einkum í dag í þeim efnum. Aðrir kostir eru að sjálfsögðu í stöðunni og hafa sumir verið nefndir og þá erum við sömuleiðis tilbúnir til að skoða að fullum heilindum reynist þeir vænlegri kostur og auðveldara að ná þeim fram. Tíminn er hér afar dýrmætur. Það verður að eyða þessari óvissu sem nú er uppi og síðan að reyna að búa eins vel hlutina og hægt er á því brúartímabili sem er þangað til að þjóðin getur valið sér nýtt þing og ný ríkisstjórn með sterkan þingmeirihluta og þjóðina á bakvið sig getur farið í það risavaxna verkefni sem það er að takast á við hlutina og hefja endurreisn Íslands. Það er ekkert minna sem okkar bíður en að endurmóta og endurreisa þetta samfélag úr þeim rústum þeirrar hugmyndafræði og þeirrar ráðsmennsku sem að ríkisstjórnir undangengina margra ára hafa kallað yfir okkur. Þannig að nú þurfum við á öllum okkar kröftum og allir okkar visku að halda og við skulum vona fyrir allra okkar hönd og þjóðarinnar að úr þessu greiðist sem allra fyrst. Næst tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Höskuldur Þórhallsson, og talar af hálfu Framsóknarflokksins. Virðulegi forseti, þingheimur, góðir Íslendingar. Það eru stór tíðindi sem að blasa við okkur hér í dag, en við Framsóknarmenn fögnum því að ríkisstjórnin hafi loksins axlað ábyrgð. Leið segjum við, þótt fyrr hefði verið. Í hugum okkar Framsóknarmanna hefur það ekki bara blasað við að hér væri bankakreppa og efnahagskreppa, heldur einnig stjórnarkreppa. Ríkisstjórnin hefur í rauninni aldrei verið í stakk búin til þess að taka á þeim vanda sem að blasir við íslensku þjóðinni. Og þjóðin hefur þegar kveðið upp sinn dóm. Við heyrum það á mótmælum út allt land að það er samhljómur að ríkisstjórnin var vanhæf. Kannski má orða það þannig að þegar uppsagnarbréfið kom að þá sögðu menn, nei, við tökum ekki uppsögninni, við ætlum sjálfir að segja upp. Nú verður að mynda starfhæfa ríkisstjórn og þeirri ríkisstjórn bíða risavaxin verkefni. Það verður að taka stórar ákvarðanir, að þýða engin
Það verður að taka á þetta með almennilegum vettlingatökum. Þjóðin getur ekki beðið lengur. Hér duga engin vettlingatök, svo ég leiðrétti það. En svo ég haldi áfram, það versta sem að þessi ríkisstjórn boðaði var það að það var óvissa. Óvissa handa heimilunum, óvissa fyrir fyrirtækin og í rauninni standa landsmenn uppi með það í dag að það veit enginn hvert framhaldið er. Það verður að ráðast strax á því að vinna bug á atvinnuleysi. Þjóðin þolir ekki 15% atvinnuleysi. Það verður að vinna bug á vanda heimilanna. 50% að 50% heimila landsins séu tæknilega gjaldþrota er algerlega óviðunandi niðurstaða. Og atvinnulífið, það þarf að koma því í gang. Atvinnulíf með 20% stýrivexti nær ekki að þróa sig áfram. Við framsóknarmenn höfum lýst því yfir og það tilboð stendur enn að við erum til í að verja minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna falli. Við teljum okkur ekki í stakk búnir til þess að taka sjálfir sæti í ríkisstjórn. Okkur skortir til þess umboð kjósenda. En ef að það verður raunin, að þá munum við framsóknarmenn að sjálfsögðu axla ábyrgð í þeim efnum. Tilboð okkar stjórnarandstöðunni þjóðstjórn stendur að sjálfsögðu einnig, en við viljum samt taka það fram að okkur finnst ansi rýrt að það skuli koma upp aftur núna þegar við töldum að það þyrfti að liggja fyrir jól, að því það hefði þurft að gerast þá. Við framsóknarmenn munum leggja það á oddinn að hér verði samþykkt frumvarp sem við leggjum fram stjórnlagaþing. Það verður að ráðast í það verkefni strax að endurvekja traust almennings á störfum þingsins. Það verður að skilja á milli löggjafavald og framkvæmdavalds. Það verður að auka eftirlitshlutverk nefnda þingsins þannig að boðvald þeirra yfir framkvæmdavaldinu sé skýrt og ótvírætt. Það eru stór tíðindi sem að blasa við íslensku þjóðinni. Við fögnum því að ríkisstjórnin hefur loksins axlað ábyrgð og ég vil sérstaklega fagna orðum hæstvirts utanríkisráðherra að forystumenn flokkana sem að glíma við erfið veikindi taki sér frí og nái að endurnýja starfskraftinn sinn. Þjóðin þarfnast þess og við framsóknarmenn munum leggja okkar að mörkum til þess að endurreisa þetta þjóðfélag. Þá tekur til máls 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón Arnar Kristjánsson, og talar af hálfu Frjálslynda flokksins. Hæstvirtur forseti, það er auðvitað dapurlegt að stjórnarsamstarf ríkisstjórnarflokkanna skuli hafa endað eins og það endaði í dag. Endað með því að menn standa upp og fara strax að hnýta harkalega hver í annan. Flokkar sem mynduðu hina svokölluðu þingvallastjórn öflugt efnahagslíf og velferð á Íslandi. Því miður hefur sú tilraun ekki tekist að vinna þau verk sem að við þjóðinni hafa blasað í kjölfar bankahrunsins. Og ríkisstjórnin hefur með engum hætti tekist að höndla þau vandamál sem að nú blasa við þjóðinni, því miður. Það verður ekki undan því vikist að þingheimur allur komi að því að reyna að sigla málum í höfn. Við höfum lýst því yfir í Frjálslynda flokknum að við værum tilbúnir að koma í þjóðstjórn þegar síðastliðið haust til þess að leggja okkar að mörkum til þess að hér væri málum stýrt þessum bestum hætti
til hagsbóta fyrir íslensku þjóðina. Núna stöndum við hins vegar frammi fyrir því, við falla ríkisstjórnarinnar, að það er engan veginn fyrir séð hvort að það hér tekst að koma á þjóðstjórn sem ég tel ennþá að væri skásti kosturinn. En þá það auðvitað að vera þannig uppsett að verkin sem á að vinna þau liggi nokkur klár fyrir. En setji það niður fyrir sér hvað það sem þarf að gera næstu 30-40 dagana í lagasetningum og reglugerðarverki. Og þar með endurskipulagningu á ýmsum embættum í stjórnkerfinu. Við erum ennþá reiðubúnir til þess að koma að slíku verki. Það mun auðvitað reyna á það á næstu klukkustundum og vonandi ekki allt of mörgum sólarhringum hvort að það tekst. En ég tel að það sé ábyrgð okkar allra, alþingismanna, að takast á við það verkefni sem framundan en það ekki til vinsælda fallin í íslenskri þjóð. Það verða mörg verk sem þarf að takast á við á næstu mánuðum sem ekki verða til vinsælda fallin. Mjög erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka, en það verður ekki undan þeim vikist. Það verður ekkert undan þeim vikist. Hvort sem það vegna stuðlaðu auknu aðhaldi í þjóðfélaginu eða afla nýrra tekna. Tryggja það að heimilin falli ekki, tryggja það að atvinnulífið haldi velli. Þetta verðum við að gera sameiginlega. Ég vonast til þess að okkur takist að mynda hér starfhæfa þjóðstjórn. Ef það verður ekki niðurstaðan, þá auðvitað þurfum við samt sem áður að koma á stjórn sem getur stýrt þessu landi. Annað útilokað. Slíkt verður að ske sem allra fyrst. Og fyrirfram ætlum við ekki að hafna neinum kosti í því, en við höfum talið að þjóðstjórn í þessu tilviki væri sá sáttagrunnur sem við ættum að leggja upp með. Skilgreina verkin sem þarf að vinna og klára það. Kosningadagur, hvort sem hann í apríl, endaðan maí eða júní, á ekki að skipta máli í því sambandi. Það eru verkin sem við verðum að klára sem eiga að skipta máli, en það það sem að þjóðin krefst að okkur, að við skiljum hann ekki eftir flata meðan að við hömustum við það að rífast og skammast hvert út í annað í kosningabaráttu. Út af dagskrá þessar fundar eru tekin öll dagskrármálin. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá, fundir með slitið.